Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn hjá mér. Eins og vanilega þá bið ég þeim að smetla á like og subscribe ef þið líkar efnið sem ég er að fjalla í þessum þætti og það er ekki verra ef þú hefur einhverja skoðanir á efninu að þú deilir þeim hérna með okkur undir þættinu því að ég les það sem fólk skrifar og svo kannski getur það þýtt að ég fái gestur minn aftur einhvern tímann seinna. En gesturinn í dag hún Vigdís Steinþórsdóttir, hún auðvitað mörgum kunn, en ég ætla samt Vigdís að bjóða þig velkomin í þáttinn og biðja þig að kynna þig aðeins. Já, takk fyrir það, kærlega. Ég sem segja, já, Vigdís Steinþórsdóttir, lærði hjúkrun og vann við það í 40 ár, sveitastelpa, alin upp á Vestfjörðum og síðan læri ég kristalheilun. Út úr henni fer fólk að detta eða í henni, heiluninni, þá dettur fólk inn í fyrir líf hjá mér. Svo ég sagði, já, þetta er engin tilviljun frekar en neitt annað. Svo nú hef ég áhuga á því og ég ætla að læra það. Og lærði það 97 og hef verið að dáleiða til fyrir lífa aðalega síðan þá. Fer auðvitað inn í barnæsku og alls konar tráma líka, en aðalega einbeiti ég mér að fyrir lífunum til að losa upp trámað okkar þaðan. Já. Og ég er hætt að vinna við hjúkrun, konu á eftirlaun og er að vinna í dáleiðslunni svolítið ennþá. Ég hef verið að kenna dáleiðslu líka, sem sé til fyrir lífa. Og svo síðan líka 97 hef ég verið að halda eitthvað sem að við köllum kærleiksdaga. Þá vorum við 5 saman sem rákum litla andlega miðstöð á Akureyri og okkur fannst að við þyrftum eitthvað að gera meira og dreifa og koma saman og vinna meira saman í hópum og þá var þetta nafn til kærleiksdagar og við byrjum 97 að halda þessa kærleiksdaga þar sem að við förum út úr bæjónum og erum út á landi á nýjum stað oft en samt einhver skipti á hverjum stað. Þarna komum við saman, allir velkomnir sem vilja vinna í kærleika og við erum með fyrirlestra, við erum með morgunstundir sem hugleiðsla eða jóga eða eitthvað, við erum með meðferðir því ég finn meðferðaraðila sem koma og bjóða upp á sína meðferð, þannig að fólk geti kynnst alls konar meðferðum, unni með sjálfsi því ég hef alltaf sagt það, meðferðaraðilar við verðum að sjálfsögða að vinna með okkur og hreinsa okkur og gera okkur eins góðan farveg eins og hægt til að vera fær það sem við erum að gera. Það er mitt stóra motto með þessum kærleiksdögum. Og svo koma aðrir náttúrulega til að prófa og sjá og reyna og læra og kynnast og ég sem sé búin að halda yfir 100 kærleiksdaga. Það er bara ótrúlega flott. Takk fyrir. Ég er mjög stolt af því, þeir voru númer 100 í fyrra í Eyjafirði í Þingeyjarsýslu þar sem ég byrjaði í Þingeyjarsýslu. Já. Þannig að það var rosa skemmtilegt. Og ég hef farið alveg hringinn, ég hef farið á Vestfirði, Austfirði og hérna í kring, ekki alveg, ég hef aldrei verið á Kirkjubæjarklaustri eða Vík, en hérna, já, og svo náttúrulega fyrir norðan. Þannig að, og það hafa verið 4 til 5 kærleiksdagar á ári, við höfum verið út í Vestmannaeyjum og út um allt. Og núna eru þeir 4 á ári. Já. Og það er hér í kring á Laugum í Sælingsdal, það er í Eyjafirðinum sem verða núna í apríl, ég er að fara upp í Borgarfjörð núna í mars, 7. mars og svo verðum við í Úthlíð hérna í Bláskógabyggð í maí. Hvað eru kærleiksdagar langir? Hversu lengi standa þeir yfir? Góð spurning. Þeir hafa oft verið bara helgi frá föstudegi til sunnudags. Já. En núna eins og eru Norðurlands kærleiksdagarnir í Eyjafirði, þeir eru frá fimmtudegi til sunnudags. En þegar við vorum á Núpi, þá voru þeir upp í 2 vikur. Já, með myndin nefnilega það hefði verið vika eða lengra, sko. Já. Við byrjuðum á mánudegi og vorum til mánudags, eða sunnudags, þannig að það voru nærri 2 vikur. Þá vorum við með helgi þarna, frá mánudegi til svo föstudags, þannig að helgi kom inn í og fólk gat valið, það þurfti alls ekkert að vera í 2 vikur. Nei. Sumir voru bara helgina þarna í miðjunni, aðrir voru viku, aðrir voru hálfa mánuð og þetta var náttúrulega dásamleg aðstaða þarna í héraðsskólanum á Núpi.
ódýrt og gott og við gátum elda okkur eða gátum panta okkur mat á hótelinu bara eftir því sem við vildum. Já, sem þá vorum við að fara svo mikið út sveitir, heila og hreinsa jörðina og hitta alls konar álfa og huldufólk og í fjöllunum og stöðunum þannig kring það, en það var alveg guðdómlegt. Yndislegt, alveg hreint, yndislegt. Svo kannski það sem flestir á Reykjavíkursvæðinu þekkja þig fyrir, það hérna heimsljósmessa. Já, það svo annað sem við byrjum með 2010 hérna ég sem sé bý í Mosó og var þá ekki hægt sem hérna skólahjúka í Lágafellsskóla, svo ég átti greiðan aðgang að þeim skóla, fæ hann bara lánaðan eða leigðan sem sé, og þar höfum við haldið þessa messu sem við fundum þarna nýtt orð og heitir heimsljós og sumir spurðu hvort að þetta væri einhver vitnun í hérna skáldið okkar, Laxness, en það ekki, við vorum bara að hugsa að við viljum dreifa og að allir gera sig grein fyrir að það ljós í heiminum sem við ætlum að breiða út. Og fífan sem merkið okkar litlu frækornin sem að fljúga út allan heim og tengja okkur ljósinu. Dásalegt, algjörlega dásalegt. Já, það rosalega fallegt. Og þar við alltaf þriðju helgina í september með stóra messu eins og mig var búið að dreyma eins og ég hef búið í Svíþjóð, kemst samt ekki verið á messunum, ég heyrði talað þetta og eins og bókamessur, að þá vildi ég halda þarna andlega messu til að kynna hvað að gerast og hvað við getum mikið sjálf þegar við lærum og skynjum og föttum hvað viljinn segir mikið. Og þarna fullt af fyrirlestrum, yfirleitt 12 fyrirlestrar yfir helgina, þetta frá föstudegi til sunnudags og byrjar með heilunarguðþjónustu upp í Lágafellskirkju sem að við erum líka búin að halda í þó nokkuð mörg ár og fyrst tengdist ekkert heimsljósi, heldur bara því að ég kynnist prestinum henni séra Ragnheiði sem hafði lært þetta form í Ameríku. Já. Og þýðir það á staðfærir til Íslands og við byrjum með heilunarguðþjónustu sem við höfum haldið yfirleitt 3 á ári og við erum búin með einhverjar 25 guðþjónustur í Lágafellskirkju. Það náttúrulega ótrúlega magnað, sko. En nú spá ég eitthvað. Hvar fær fólk að vita þetta? Hvar koma fréttirnar fram þetta? Því að það kannski fullt af fólki sem hefði áhuga á að mæta og náttúrulega Lágafellskirkja ekki mjög stór, en sko það að vita hvar aðstæðan Akkurat. Af því ég hef mikið staðið í þessu einn, þá hef ég ekki haft bolmagn eða tíma til að fara mikið í fjölmiðla, en hef alltaf samt reynda fyrir heimsljósmessuna, hef ég reynt að koma mér inn í einhvern fjölmiðil og vera með viðtal. Við auglýsum í útvarpinu, við auglýsum á netinu og deili á allar þessar andlegu síður, reynum við að deila alltaf þessu og svo náttúrulega erum við með lén og það bara heimsljós.is og síðan erum við með Facebook síðu, heimsljós á Facebook og svo ég með þessar síður líka sem eru kærleiksdagar, heita kærleiksdagar og þar kemur þetta líka alltaf inn. Já. Og byrjum við alla þátttakendur að deila. Já. Þannig að það verður til net sem stækkar smátt og smátt eftir því sem eru fleiri sem deila. Já, og þannig mest hef ég tekið eftir eins og á kærleiksdögum, það einhver vinkona eða vinur sem sagði mig frá sig og þess vegna kem ég. Já. Þannig það deilist mikið út þannig. En svo við höldum áfram með heimsljósi, það eru sem sé fyrirlestrar. Við byrjum á heilunarguðþjónustu á föstudegi, svo byrja fyrirlestrar klukkan 11 á laugardegi, eru allan daginn, klukkutíma fyrirlestrar yfirleitt, eða svona uppundir það. Og svo fullt af meðferðum. Þú getur komið og keyptir stuttan meðferðartíma á 20 mínútur til að prófa alls konar meðferðir. Og það hefur aldrei verið jafn fjölbreytt úrval eins og núna á síðustu heimsljósmessu af meðferðaraðilum sem vildu kynna sína vinnu. Já, það voru mjög margir, það var mjög áhugavert. Já. Virkilega. Og svo eru kynningaborðin, þar sem fólk að gera alls konar. Kynna vöruna sína, námskeiðin sín, alls konar hluti. Sem frábært. Það mjög öflugt. Þetta öflug messa og þegar hún hefur vaxið og stækkað og það bara áhugavert
að sjá hversu margir koma og líka að því þetta 2 dagar að fólk kemur báða dagana. Já. Það ekki bara að koma annan daginn, sko. Nei. Þið kemst ekki að í öllu sem það ætlar að gera fyrsta daginn og þá kemur það, þú veist, aftur næsta dag og svona. Þannig það rosalega áhugavert að sjá, sko. Mjög gaman og það kannski gerir það líka, þetta náttúrulega mjög ódýrt þarna inn, þessi miði og hann gildir fyrir báða dagana, þannig þú kemur frítt í rauninni inn á sunnudegi, hafið þið verið á laugardegi. Já, já. Sem svo gott og svo erum við alltaf með einhvern góðan kokk sem með veitingastað þarna á staðnum, þannig að gott að setjast niður og fá sér aðeins að borða og spjalla við vinina. Já, já, en það líka þetta mjög vinsælt að sitja í veitingastaðnum og spjalla. Mjög. En við ætluðum að hittast í dag til að ræða ákveðið málefni og það þessi bók hérna eftir hana Diana Cooper sem breskur miðill og í rauninni englakona sem byrja fyrir 35 árum síðan að tengjast englum og fer að þora að tala það opinberlega því það náttúrulega sko þannig að það hafi ekki allir þorað að tala opinberlega skyggni sína og sýnir og annað þess áttar. En hér í þessari bók hún að ræða the golden future eða hinna gullnu framtíð sem framundan það að segja þessa öld vatnsberas og þessa umbreytingu sem við erum að fara í gegnum hér á jörðinni og hvað við þurfum í rauninni til þess að lyfta okkur upp í 5. til 7. tíðnina. Hún talar alveg sko, hún talar 5. víddina og hún segir hérna hvers fólk má vænta og hvernig það getur náð 5. víddinni. En svo talar hún heilmikið 7. víddina líka, aðalega í tengslu við ljóslíkamann, sem að mér finnst mjög áhugavert og þú hafði nú samband við mig út af þessari bók og sagði ég það komin á framfæri. Svo ég náttúrulega byrjaði á að kaupa mér Audible eintak og hlustaði á hana meðan ég var að bíða eftir að þessi kemi í pósti. Svo ég í rauninni að lesa hana eða fara í gegnum hana núna í annað eða 3. skiptið og það eru margir þarna þættir sem eru mjög áhugaverðir og sérstaklega út af því sko að hún hefur, hún búin að vera svo lengi í því að segja okkur fyrir framtíðina og svo lengi að leiðbeina fólki. Ég að hugsa tilbaka ef það eru 35 ár síðan þá það bara í kringum 1990 þegar í rauninni við vorum að tala nýöldina sem að því það voru svo margir sem héldu að allt myndi breytast eftir 1987 þegar var Harmonic Convergence sem það auðvitað gerði vegna þess að við fórum að tala alls konar hluti sem við höfum ekki talað áður. Þannig að það urðu umskipti. En hvað finnst þér merkilegast við þessa bók? Vá, sko, þegar stórt spurt. Já, það nefnilega merkilegt þarna, rosalega margt merkilegt. Og það sem að mér fannst svo merkilegt þegar ég byrja að lesa þessa bók og ég segi bara alveg, sko, það allir sem hafa áhuga á andlegum málum og því sem að gerast ættu að lesa þessa bók því að hún gefur manni svo, af því að margir eiga erfitt í dag og það erfitt og þung orka og mikil úrvinnslu orka. Já. En hún gefur okkur svo mikið kraft og ljós og bara upplyftingu hvað við erum að fara að uppskera þegar við erum búin að hreinsa og það finnst mér vera punkturinn í þessu sem ég vil koma á framfæri. Auðvitað vitum við mörg okkar að það eru erfiðir tímundar núna, rétt framundan, en það kemur svo bjart á eftir og að þetta ekki bara vitleysa því að ég byrja á því þegar ég fer að lesa þessa bók og skoða þessa bók af því að sko fyrir 14 árum síðan hlustaði ég á fyrirlestur hjá henni Guðrún Óla og ég fór 2 sinnum á sama fyrirlesturinn 2011 og 2012 og mörgum fannst hún alveg biluð að vera að segja þetta eitthvað sem ætti að fara að gerast í framtíðinni en hún var bara að tala gullnu framtíðina og segir þá sem ég gleymi aldrei og ég hefur hjálpað mér svo mikið núna upp á síðkastið þið munu missa minni þegar við förum í gegnum þetta og þegar ég fer að kafa í þessa bók núna og verð svo upptekin af henni að ég bý til fyrirlestur og búin að halda hann 2 og ætla að halda áfram af því mér finnst ég þurfa að koma þessum boðskap áfram. Já. Að þá fer ég í gömlu að því ég alltaf með glósubók með mér
lærði það af rithöfundi Þorgrími Þráinssyni fyrir margt löngu að punkta hjá mér. Og þá hafði ég þetta punkta hjá mér það sem hún var að segja. Og núna þegar ég að undirbúa þennan fyrirlestur, þá fyrir ég skoði bókina hennar. Og þar hef ég punktað niður af hverju við myndum missa minni. En ég hugsaði alltaf, af því að mér finnst allir vera mjög gleymnir núna, og ekki bara ég, af því að ég sé öldruð, heldur sko yngra fólkið líka. Já. Og ég hugsaði alltaf, hún sagði, þið munum missa minnið, en góðu fréttirnar eru, þið fáið það aftur þegar þið eru komin í gegnum hækkunina. Svo nú fór ég að skoða glósurnar og þar segir hún, og þetta náttúrulega svo margt komið fram sem hún að segja þá, að þetta út af lágu segulsviði jarðar, af því að við erum að fara þennan ás 13.000 ára öxul, og þær breytingar sem eru að verða í jörðinni, að núna segulsviðið svo lágt og það veldur óreiðu og það veldur minnisleysi og alls konar. Og þá hugsaði ég, ekki bara allir að greinast með ADHD út af því að við erum í lágu segulsvið? Ég veit ekki, mér finnst þetta áhugavert að pæla. Það er svolítið merkilegt sko, að ég hlustaði á 2 ungar konur tala saman í morgun, svo að við erum að taka viðtalið núna síðdegis, og þær voru að tala saman það sem við myndum sko þegar ég var yngri hafa sagt, þetta var bara alveg dottið úr mér, þú veist, ég bara myndi þetta ekki þetta, en ég er bara með svo mikið ADHD, já ég er líka með svo mikið ADHD og það er allir bara með svo mikið ADHD, en það er sko, náttúrulega vísindamenn í dag að tala að í rauninni sé ekkert ADHD til, heldur það er of mikið af áreiti á okkur sem gerir það að verkum að við vitum ekki alveg hvernig við eigum að sortera úr það sem að gerast í kringum okkur og það ruglar okkur svolítið. En ADHD er bara tískorið því þú kemur einhvers staðar þar sem eru 5 eða fleiri og það eru allavega 5 eða fleiri með greiningu, skilur við. Já, já. Og ég hef náttúrulega aldrei farið í greiningu, ég hefði örugglega verið greind sem ADHD, en ég er með Mars í bómanni og ég er alltaf að flýta mér. Ég er alltaf að gera svo margt í einu, ég er rísandi tvíburi, ég er með á þessu, á þennu og hinu. Þetta er elementin í mér. Svo horfi ég á barnabörnin í kringum og ég segi, það er eðlilegt að þau séu svona. Þau eru svona út af stjörnum. Þannig það eru skýringar á þessu og við völdum okkur þetta. Algjörlega. En svo finnst mér svo áhugavert ef að þetta sem ég trúi alveg að það sé lágt segulsvið, af því það eru breytingar í jörðinni, að það eru mikla breytingar á norðurpól og öllu mögulegu. Já. Og þess vegna ekki skrítið þó að sé lágt segulsvið meðan að þessar breytingar gangi yfir. Og ef að það veldur óreiðu og minnisleysi og öllu mögulegu, þá verðum við öll svona, sko, ennþá verri. Heldur en þó það sé mikið áreiti. Já, það er náttúrulega sko, talað það að álagið á okkur verði svo mikið á næstunni, þessu ári í öllum umbreytingunum meðal annars og því næsta, að það sé fullt af fólki sem að eigi eftir að missa viti. Já. Af því að það ræður ekki við. Algjörlega. Allt sem að gerast. Algjörlega. Og við erum náttúrulega að horfa á til dæmis svo núna, það búin að vera stórir jarðskjálftar á Santorini. Og mér finnst náttúrulega merkilegt að fylgjast með skjálftavirkni og öðru þess áttar. Í gær það leyti sem ég var að fara að sofa að þá sá ég elda á Reykjanesi í mjög langri sprungu sem náði mjög nálægt Hafnarfirði. Þannig að sko, og það var reykur upp úr alla leiðin og ég segi, já, er bara að fara að gjósa. Og það er náttúrulega, við erum að taka þetta upp 11. og það er fullt tungl á morgun 12. Og það er sama afstaða, að sko Úranus er skver sólin og tunglið, þannig það er rosa spennu afstaða. Og svo var ég að tékka á þessum Santorini jarðskjálfta, hann er svona mest áberandi núna og það kom alveg svona upp myndband þegar ég fór inn á YouTube þar að bara allir sem eru í Aegean Sea eða Eyjahafinu bara forðið ykkur. Og svo datt inn myndband frá manni sem var að greina frá því 1956 þá var rosalegur jarðskjálfti á þessu svæði og ofboðslega flóðbylgja sem gekk yfir Santorini meðal annars. Og fullt af fólki sem dó, að því að við hugsum bara, ok, jarðskjálfti, en það getur komið líka flóðbylgja. Algjörlega.
Þannig, og það svo merkilegt eins og alltaf, að það alltaf lognið og undan storminum. Að því þar var talað sem sagt, að fiskimennir hefði verið undrandi á það var eitthvað öðruvísi að gerast í hafinu því að fiskarnir höguðu sér öðruvísi og það var of mikið ládeyða á annað. Þannig að bara alveg eins og núna fyrir stuttu síðan var mikið rok hér á landi og þá kom svaka logn undan. Þannig, já. En hún tekur þetta svolítið í kaflaskipt hérna. Hún talar næstu árin til 2032 og svo talar hún alveg til 2050. Já, það svo flott að að það sem við sjáum núna vera að gerast og mér finnst svo áhugavert að það koma skýringar á svo mörgu þegar hún að tala þessar breytingar. Hún að tala breytingarnar í okkur, hverju og einu okkar, að við þurfum að jafna og erum að jafna, við ráðum ekki það bara kemur, við erum að jafna kvenn og kalliðin okkar. Í hverjum og einum og ég þarf að jafna mína kvenn og kallið og bæta inn í kvennliðina því ég mjög sterk kallmegin og og þá verður kynvitund okkar fljótandi. Já. Og þá ekkert skrítið þó að margir einstaklingar vita ekki hvort kynið þeir eru því þeir eru að stilla þetta inn. Þetta finnst mér mjög mikilvægt að við vitum til að bara skilja hvað að gerast í heiminum, að þetta allt eðlilegt. Að við séum í þessu fljótandi kynvitundar ástandi núna meðan þetta að stillast í hverjum og einum og þetta gengur yfir. Já. Það finnst mér svo gott að vita, þetta gengur yfir. Já. Og svo líka að með dýrin, þannig við skiljum eins og þú sagðir áðan, ástæða fyrir öllu og dýrin hvað þau að hjálpa okkur mikið. Og þegar ég fór að lesa hvert dýr fyrir sig, hvað þau eru í miklu hærri tíðni heldur en við. Og ég alin upp með hænum og mér fannst ég nú ekkert alveg skilja þær mjög vel, en þegar ég las, þær í 10. vídd, þá sagði ég bara, guð, það ekki skrítið og ég hef ekki skilið ykkur hauskotna mínar. Þau eru miklu vitrari en ég. Já. En það svo merkilegt það sem kannski að gerast miklu meira. Við sjáum þetta náttúrulega hjá fólki sem umgengst dýr, eins og bændum, hestamönnum og öðru fólki sem að temja hunda og annað. Við tölum við dýrin þó við gerum það ekki með orðum, við gerum það kannski með orðum, en við tölum kannski ennþá meira með huganum við þau. Og það þessi hæfileiki að beita að vera svona telepatískur eða geta stunda hugsanaflutning sem að skipti svo miklu máli á næstunni. Akkurat. Út af þeim breytingum sem að eiga sér stað og út af því að við erum væntanlega að tengjast vitundaverum af öðrum plánetum sem að líta ekki endilega út eins og við, sem að þýðir við eigum ekki að fara í panik þegar við hittum það og þau leiti ekki út eins og Palli í næsta húsi eða eitthvað þess áttar skilju. En samskiptin okkar eiga eftir að verða þessi telepatísku. Já, og mér finnst ég sjá breytingu á þessu og finna, mér finnst ég hugsa eitthvað og manneskjan tekur við því og það gerist. Hún kemur eða hringir. Þetta er mjög áþreifanlegt. Og mér finnst ég sjá, ef því umgengst bæði kött og hund, mér finnst ég sjá líka mun á þeim. Þau skilja enn meira hvað ég að segja eða hvað ég ætla að fara að gera. Já, já. Þannig þetta byrja helling að aukast. Já, já. Og á eftir að koma enn meira inn. Ég hef svo lengi stundar svona hugsanarflutning, sérstaklega gagnvart litlum börnum. Já. Af því að mér finnst lítil börn, þau eru með svo yndislega orku, þau eru alveg bara nýmætti og það er bara allt svo skemmtilegt og æðislegt í þessum heimi. Og það sem að ég hef gert þá er ég sendi kannski bara einhverju ókunnu barni, ég sendi einhver boð og það bregst ekki eftir augnablik þá, já, líta þau við og byrja að brosa og svo verða þau feimin eða eitthvað, en maður nær svo vel til þeirra með því að senda þeim hugsanir, Mjög, mjög, og þau eru svo fljót bara að meðtaka allt, mér finnst alveg yndislegt að vinna með börnum. Og hef þróað svolítið dálisluna út í það sem ég kalla litaleik fyrir börn og þau geta breytt verk bara svona með því að breyta lit á verknum. Þau eru ótrúlega flink. Já. Ótrúlega flink. Já.
Heyrðu, og annað sem að mér finnst merkilegt í bókinni það sko hvað hún að segja mikið frá, hvað við verðum komin langt 32, þetta ekki langt, krakkar, þetta bara 7 ár. Það svo stutt og það svo gaman. Vá, það verður hann svo mikil breyting þá, það verður hann svo mikil kærleikur og svo miklu auðveldara, vænti ég, í samskiptum þegar að við farin að vinna miklu meira og já, út frá hjartanu, út frá kærleikanum. Og þá verði ekki þessir tókstreita og þessi árekstrar endalausir. Ég sé svo óbóðslega fram til þess. Þessar breytingar í heiminu þar sem hún talar gullborgir, ef við förum alveg til 2050, þá bara heimurinn orðinn gjörsamlega óþekkjanlegur með það sem hann núna og að það skuli byggjast upp gullborgir og hún talar Norðurlöndi, það finnst mér skemmtilegt að því við nú að tala það að reyna að hafa meiri samskipti við þau og vinna meira saman við Norðurlandaþjóðirnar að í sko Noregi og Svíþjóð með fyrstu löndunum sem búa til þessi gullborgir, svo Austurríki og svo Grikkland og svo segja þeir bara sem ég finnst líka athyglisvert að Finnland þarf enga gullborg því þeir bara allir ljós. Og hvað við oft stundum að skoða og horfa til Finnlands, þeir voru fyrstir að ná sér eftir hrun, þeir oft hæstur á PISA og alls konar. Já. Mér finnst þetta áþreifanlegt, við að sjá þetta ef við skoðum raunveruleikann, þá við að sjá þetta stemmir. Já, þetta tengist við allt það sem að gerast í kringum okkur. Já. Og að í rauninni það að byggjast upp fyrir framan augun á okkur þó að niður yfir sig líka í gangi. Já, þá að byggjast svo mikið upp og þegar hún segir nú þarna 2050 þá verða allir konur í svo mikinn kærleika að það verða ekki til hjónaskilnaðir. Það fannst mér guðdómlegt og þú bara finnur þinn rétta maka leið og sérðingu, veist og velur hann á sömu tíðni og þú, með sömu áhugamál og þú og þetta verður að vinna út þetta samband. Og þegar hún segir svo líka, já, og þá ástin svo sterk og kærleikurinn svo sterkur bara í hugsanaflutningnum á milli að það þarf ekki kynlíf. Kynlíf verður bara notað til að búa til börn. Og þá segi ætli ég sé að missa þessu, ætli ég verði farin. Og það svo gaman. Þú bara komin aftur. Og þá hugsa ég, annarkvort verð ég komin aftur, eða ég verð bara hérna ennþá, en allavega barnabörnin mín og svo langömmubörnin mín, vá, þau akkurat að velja sem maka á þessum tíma. Yes, þau fá að upplifa þetta. Mér finnst þetta guðdómlegt að hugsa þarna svona. Þetta náttúrulega stórkostleg framtíðarsýn. Og það náttúrulega sko að því að fólk þegar það hittist í dag þá tengist það út frá sko í rauninni 2 neðstu orkustöðunum en ekki út frá hjartanu en nú breytist það í sko hjartað og efri orkustöðuna að við hittum eftir tíðinni og þess vegna þarf sko tíðinin að vera rétt til samræmi við viðkomandi maka og ég náttúrulega búin að vera ekki í 20 ár og þegar fólk segir hefur ekki fundið mann og ég segi, nei, ég hef ekki fundið neitt á réttu tíðninni. Akkurat. Og það er málið. Það þarf að vera þetta tíðniflæði sem svo mikilvægt sko. Og mér finnst vinnan hennar eða það sem hún að tala í sambandi við orkustöðvarnar, hvernig við þurfum að fara í gegnum allar orkustöðvarnar til þess að tryggja að við séum búin að vinna því hún talar rými í hverri orkustöð eða chambers og hvernig við þurfum að vera búin að vinna með öll þessi rými til þess að við séum í rauninni hæf fyrir vitundarvíkunin eða hærri tíðnina en við samt öll meira og minna að fljóta í þessa átt. Já. Og þetta að hafa áhrif á alla, alveg sama hvort eru meðvitaðir þessi við höfum verið að tala eða ekki. Og það sem ég finnst áhugaverð sko að það sumir sko, eins og samlíkingin hefur verið sett við flugvöll. Sumir sko á hraðbrautinni gegnum, þú veist tösku eftirliti og það. Og aðrir ennþá í röðinu og fara hægar.
en það eru allir á sömu leiðinni. Já, En við erum svolítið samt á mismunandi tímalínum. já, já. Og svo ætla ekki alveg allir þarna upp. Nei, Og nei. það þeirra val. Það er sálarinnar val. Já, Það já. mikilvægt að fólk gerir sig grein fyrir því. Já, Svo að það er í rauninni engin skilin út undan, en við þurfum að velja. akkur. Og valið er náttúrulega hið mikla og stóra þessu. Og það er náttúrulega verið að tala sko, af því að við getum hækkað og víkkað vitundin okkar bara í gegnum líkam okkar. Og við höfum öll þessa hæfileika og allt það sem er að vakna hjá okkur meðan þessi gegnum heilaköngulinn og annað, að hættan er að þegar á að fara að bjóða okkur akkurat allt þetta sama í gegnum AI eða gervigreind, og það er svo þægilegt, við bara tökum það. En þá erum við hætt að vera þessar mannverur sem er að þroskast upp í þetta. Akkurat. Og það er náttúrulega talað að heimurinn verði svolítið líkur Atlantis eða Lemúríu. Já. Þannig að við erum að fara í aðra, líka jörðin. Já. Jörðin ætlar þarna hvað sem við segjum og gerum. Já. Hún ætlar þarna og við stoppum hann ekki. Nei, en þess vegna eru þessir jarðskjálftar og allt þetta svo eðlilegt fyrirbrigði. Algjörlega, af því hún þarf að hreinsa sig eins og við þurfum að hreinsa okkur. Já. Og Anna með þessa bók, hún er svo góð út af því að þetta er svolítið vinnubók líka. Hún er þetta með hugleystur sem við getum stunda til að hjálpa okkur að flýta okkur að komast þarna inn og skilja þetta allt saman. Já, að fara í gegnum það sko. Já, ég var einmitt að hlusta á í gær, hún var með svona hugleiðslu frá Merlin í gær á netinu. Já. Hlusta það og svo hef ég verið aðeins að fylgjast með henni. Hún er náttúrulega, ég á fullt af svona kortum, einhyrningakort og drekakort sem hún hefur búið til, þannig að hún er búin að búið til fullt af barnaefni líka sem að breska sjónvarpsstöðvar hafa framleitt sko þætti eftir barnabókunum hennar. Hún hefur verið að hafa gífurlega áhrif á heiminn og það er svo áhugavert að fylgjast með konu eins og þessari. Og það að Hay House skuli gefa hana út er í rauninni gamla útgáfufélagi sem Louise Hay stofnaði. Það þýðir að hún er eftirtektarverð í heiminum. Akkurat. Og ég veit ekki til að hún fáist í bókabúðum hérna á Íslandi, en eins og ég segi það er hægt að kaupa hana á Audible og hlusta á hana þar, sem er bara audible.com, og svo er hægt að panta hana annarkvort frá amazon.com í Bandaríkjunum eða amazon.co.uk í Bretlandi. Og það er ódýrara í rauninni að panta frá Bretlandi, það er ódýrari sendingakostnaður og þeir afgreiða mjög hratt sko. Þannig að Er hún ekki líka inn á spilara hjá Hay House? Einhver sagði mér það. Sennilega, ég hef ekki hlustað á hana þar, ég er bara hlustað á Audible, af því að ég er áskrifandi þar, ég er ekki áskrifandi inn á Hay House rásin, en það er alla líkur á hún. Já, það sagði það einhver. Og það er líka þetta magnaða, það sem hún segir, you're mighty, I am. Það er að við eigum að nota, ég er. Já. Ég er ljósið, ég er kærleikurinn. Ekki ég ætla að verða það á morgun. Ég er. Og það er einmitt það sem ég er búin að vera að kenna á námskeiði hjá mér núna undanfarin ár. Og ég er með námskeið núna, eða ég og hún Bryndís Fjóla Pétursdóttir, við erum með námskeið í Borgarnesi núna í miðjan mars, 14. til 16. Þar sem við erum með að hjálpa fólki inn í ljóslíkamann, sem hún er að tala um, og að auka hvernig það lærir betur að treysta innsæi sínu og skilaboðunum sem það er að fá, af því að við erum náttúrulega bara eins og móttökustöð. Við erum alltaf að fá einhver skilaboð og vandamálið hefur verið, ég tekið sérstaklega eftir hjá fólki sem er með sterka stengið í stjörnukortunum sínu, að þó það sé mjög næm á ákveðnu sviði, þá treystir það ekki alltaf skilaboðunum. Af því að það vil bara eitthvað áþreifanlegt. Ég get ekki haldið á þessu sko, en það er alltaf að leysast upp, mér sé tíminn líka. Af því að Satúrnus er í fiskum og það er bara allt svona fljótandi og
En það líka flóð og annað þess að þannig að þetta mjög magnað í raun ferli. Mjög, og maður náttúrulega rosalega heppin að fá að vera hérna á þessum tímum að upplifa þessa breytingu. Já, við völdum þetta. Við völdum þetta, sjálfsögðu. Tekkuðum okkur inn og svo náttúrulega, þú veist, komið til jarðar og blas og við munum því. Já, nei, við munum það ekki. Svo erum við að rifja upp allan tíman, sko. En hérna, annað í sambandi við dýrin sem að hún segir, sko, af því að hérna, sem að tekur eftir, hvað er þessi margir konur með dýr á heimili sitt sem voru ekki fyrir 20 árum síðan? Mjög margir. Óðbóðslega margir að fá sér hund og kött og alls konar. Og að sko, við vitum að þetta eru ólík dýr, hundur og köttur, og þau hafa líka mismunandi tilgang. Eins og þetta kötturinn er varmaður heimilisins. Og það sé ég alveg heima hjá mér. Hún hleypur alltaf til dyra með mér og gáir hverjir að koma. Já, það. Hún þarf að vita það, hún stingur hausnum út og til að gá hver kemur núna. Og svo það að sko kattardýr, ljón og tígrisdýr, þau eru varmenn bara plánetunnar okkar, jarðarinnar okkar. Já. Og svo þetta allt annað hjá hundinum, hann er að gefa skilyrðislausa ást og til þeirra sem elskan. Og þá erum við eitt sem er merkilegt líka sem hún kemur inn á, er að sko sum dýr eru bara búin að fá nóg hérna af jörðinni, þau eru bara búin alveg eins og við deyjum og förum kannski annað eða aftur hingað, að þau eru bara búin að læra það sem þau þurfa að læra og er að deyja út, en þá förum við öll í nút og gerum alls konar og eðum alls konar peningum og nei, hann má ekki deyja út og allt verður vitlaust. En þetta er bara leiðum þeim að fara þegar þau eru búin með sitt hlutverk. Eins og þegar hún talar þegar gin- og klaufaveikin kom í kýr fyrir nokkuð mörgum árum, þá voru þau búin að ákveða að fara, en hættu svo bara við. Það voru fengnar til þess að vera hérna eins lengur hjá okkur og gefa okkur mjólk. Ég er að vera eins lengur, já, svo getum við ekki gríska jógurt og eitthvað svo leys, já. Akkurat, og svo það er ekki ráði núna hvort þær verða með upp í 50 eða hvað, það er bara, eða hún setur spurningamerki við það fannst mér athyglisvert. Já, það er allt mikið að breyta, en mér finnst líka þetta merkilegt í sambandi við ljónin og tígrisdýrin, sko. Þetta eru náttúrulega gífurlega hafa verið aggressív dýr. Algjörlega. Og sterk og þau ætlum hefur staðið ógnað þeim, en það er þjóðflokkur í Afríku, ég man ekki hvort hann er í Namibíu, þessi litla lágvaxna fólkið, það er búið að búa á þessu svæði og það er búið að ganga á milli ljóna og tígrisdýra í algjöru samræmi við ljónin og tígrisdýrin. Já. Og svo og ég las einmitt svona tilvitnun í það sem eitt að sagt, hann hefði sagt sko, hvað, heyrir ekki í stjörnunum? Akkurat. Við erum alveg svo dofin fyrir að bara heyra í náttúrunni vegna þess að við sitjum fyrir framan sjónvarpið og látum mat okkur á öllu. Já. Og þá er svo, þetta er óttin okkar sem gerir okkur, eða við erum með óttan inn í okkur, þess vegna verðum við hrædd við dýr. Þau eru flest ekkert að fara að gera okkur neitt. Nei. Þetta er bara okkar ótti sem er inn í okkur. Já. Og eins og það var eitthvað viðtal núna því það kom einhverju úlfar inn í eitthvað þorp í, Danmörku held ég að verið. Að úlfar eru ekkit, þú veist, yfirleitt að ráðast á menn. Ef að þeim sé ógnað. Þeir bara fara, þeir eru hræddir við okkur. En það er allt vitlaust í þessum bæja því allir eru hræddir við úlfarna. Já, það er það sko. Heyrðu, ég held að þetta verði sko, við vorum búin að spája hvort við myndum tala þessa bók í 2 viðtölum eða einu. Ég held að við höfum snerta á þeim svona stærstu atriðum sem skipta mestu máli. Er það ekki? Við erum að tala næstu 26 ár. Já. Og ég er búin að ákveða að ég ætla að verða 130, þannig að ég verða þarna allavega 2050. Já, ég er dálítið spennt fyrir því líka. Og þannig að mér finnst bara að þessi gullna framtíð, hún bíði eftir okkur og það sem er sko meðan við erum að fara í gegnum allt niðurbróti sem er að gerast á þessu ári. Það er svo mikilvægt fyrir okkur að hafa þessa sýn. Algjörlega. Þess vegna er ég aldrei fyrirlestra því að við verðum að koma okkur upp úr því að vera, það er allt svo erfitt, það er allt í fári allstaðar og annað. Við verðum að segja þetta eins og ég er heilbrigð, ég er
það gott að búa hérna, það gott að vera til núna, það gaman að taka þátt í þessu og vá hvað þetta eru spennandi tímar sem eru framundan. Já. Rosalega. Og þetta við séum að leyfa okkur, ef við leyfum okkur, að fara inn í kærleikann, opna hjartað og taka öllum bara og elska alla eins og þeir eru. Það svo gaman að komast lengra og lengra þangað. Það bara æðislegt og hver dagur bara spennandi, algjörlega. Algjörlega. Og þó við dettum smá niður í, eins og ég gerði daginn, niður í smá sko, mér leiðist það, akkur ég svona döpur, hvað þetta? Vá, hvað gott að fá að fara þarna aðeins til að muna hvað gott að vera hinum megin. Já. Það finnst mér svo æðislegt. Já, svona var þetta einu sinni. Þarna dvaldi ég oft einu sinni. Núna bara rétt skreppið þangað, bara til að minna mig á. Já, ég ætla að fara aftur í hitt. Já. Og horfa á það góða, flotta sem að koma. Já. Og það bara svolítið mikilvægt að þakka fyrir að fá að vera í þessi breyting. Finnst mér persónlega. Algjörlega, mér líka. Algjörlega. En eitt sem við þurfum að hugsa, að við eigum ekki að vera eitt heima með þessar hugsanir allar og vangaveltur og vanlíðan, heldur að leita upp fólk sem að út allan bæ, sem veit alls konar þetta og að spegla sig í öðrum og vinna saman í hópum, hittast, gera eitthvað saman í svona hittingum. Ég held að það sé mikilvægara núna heldur en nokkurn tímann áður. Já, það sko í rauninni að leita eftir fólki sem á sömu tíðinni. Já. Og sama sinnis og þú getur talað við þetta því þú átti að tala kannski fyrir ofan eitthvað fólk sem hefur ekki kynnt sér eitthvað eins og þetta með gullnu framtíðinu. Akkurat. Þannig að þess vegna svo mikilvægt að hvetja fólk til þess að kynna sér þessa bók og það fullt af öðru efni hina gullnu framtíð og framtíð. Það alls konar spámenn meðal annars á YouTube sem að tala þetta en sumir að segja okkur góða hluti og aðrir að kannski að búa til að mikinn ótta í okkur en málið að við þurfum að yfirstíga óttan. Snýst allt þetta og treysta. Já. Algjörlega treysta. Já. Það allt planað. Allt planað. Já. Svo ég segi bara takk fyrir í bili, það búið að vera yndislegt að spjalla við þig og ég þakka ykkur sem hlustið og enn á ný segi ég endilega smetla like og subscribe og ég sendi ykkur kærleik og ljós og þakka fyrir í dag. Takk fyrir mig, takk fyrir að fá að koma og deila þessu. Yndislegt, takk.